Hvers vegna stéttabarátta? Við sósíalistar trúum því náttúrulega að hreyfiafl samfélagsins sé verkalýðurinn. Að það hann sem getur breytt framvindu sögunar, getur breytt valdahlutföllum í samfélaginu. Ef þetta taka dæmi þá getur sagt sem svo að við sósíalistar höfum svolítið byrjað á því að fókusera á lágstéttirnar, lágtekjufólk, öryrkja, fátækt eftirlaunafólk, leigjendur, innflytjendur, fólki sem hefur verið síst hlustað á í samfélaginu og Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið snúið að því fólki og ég hef sagt það áður hérna að hlutverk okkar er að endurskapa sósíalismann inn í okkar tíma og að sömuleiðis þá höfum við reynt að endurskapa sósíalismann þannig að hann þjóni þessum hópi. En það eru fleiri stéttir sem við ættum að hafa í huga. Það eru menntuðu millistéttirnar sem eru ekkert svo hálaunaðar, margar hverjar bara með miðlungslaun, rétt það og jafnvel undir því, sem að keyra áfram stóru kerfin okkar, heilbrigðis- og menntakerfið. Kennarar, sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar, heilbrigðisstéttirnar og menntastéttirnar, sem að hafa kannski í dag horfa ekki svo á að þeir deili hagsmunum með lágstéttunum, en það gera það sannarlega. Það kannski truflar fólk svolítið að það telur sig hafa eitthvað umfram lágstéttirnar á menntunina og ég var stundum var við það að það pirrar fólk þegar við sósíalistar erum að tala fyrst og fremst fyrir hagsmunum hinna allra verst settu, að hinn menntaða verkalýð finnst eins og við séum ekki að beina athyglina að þeim og það kannski er það sanngjarnt, en við teljum okkur eiga mikið erindi til þess hóps líka. Þetta er kannski hið klassíska alþýðu fylgi samfylkingarinnar og VG sem að okkur finnst að þeir flokkar hafi að sumu leyti skilið eftir. Þetta eru menntastéttir inn í stórum kerfum og þó að fólki sem mennta til þess að reka þessi kerfi áfram að þá hefur kannski sáralítið það að segja hvernig þau þróast. Því ákvarðanir innan nýfrjálshyggjunnar hvernig menntakerfið eða heilbrigðiskerfið þróast eru teknar af þeim sem er með budduna. Það er trúarsetning inn í nýfrjálshyggjunni að besta leiðin til þess að byggja upp menntakerfi eða heilbrigðiskerfið er að láta þann sem að stýrir fjármagninu ráða því hvað er gert og hvað ekki. Svo erum við með aðra stéttir eins og hvað við kalla iðnaðarmenn, sjómenn, klassíska alþýðufylgi Sjálfstæðisflokksins, betur launaða verkalýðin, svona blue collar fólk, sem að kannski fyrir einhverjum árum og áratugum hafði væntingar það að fólk geti komið heim með launatekka frá einni vinnu og eignast kannski 2 herbergja, 4 herbergja íbúð, enda í raðhúsi og kannski átt sumarhús og bíl og eitthvað fleira og kannski á fólki sem er orðið 60 í dag hefur rettað einhver liti ræst. En fólki á kannski 3 börn eða 4 börn og átta sig á því að það hefur ekki fjárhagslega getuna og burðina sem að þarf til þess að aðstoða þessa krakka til þess að eignast húsnæði eða klára menntun sem að kannski fólki sem er ennþá betur sett hefur. Þannig að þótt að lífskjör iðnaðarmanna og svona betur launaða verkalýðsins er betri heldur en lágstéttarinnar, að þá hefur hann hörnað. Við sem að höfum fylgst með bandarískum stjórnmálum og hlustað á Bernie Sanders, að hann er kannski mest að tala inn í þennan hóp og kannski þessa hópa hörnun millistéttarinnar, þar sem að fólk lífskjörin eru staðnað með niðurbroti velferðarkerfanna, þá eru alltaf erfiðar að styðja börnin til þess að geta notið þess sama og foreldrarnir. Börn þessa fólks býr kannski við lakari kjör heldur en foreldrar sínir og við þekkjum svona orðaræðina frá þeim. Sósíalistar eiga alveg haft mikið erindi til þessa hópa eins og lágtekjufólksins og við munum brýna erindi okkar til þessa fólks því að okkar trú er það að við þurfum að sameina þessar stéttir, þessa ólíku svona hópa verkalýðsins inn í baráttu fyrir bættu samfélagi. Ég sagði áðan að menntuðu millistéttarnar í heilbrigðis- og menntakerfinu væri svona klassískt alþýðufylgi samfylkingar og VG og þá má spyrja til hverra er þá samfylkingin og VG gömlu verkalýðsflokkarnir að höfða í dag. Það er maður sem heitir Thomas Frank sem hefur skrifað svolítið hörnun demókrataflokksins í Bandaríkjunum sem að á árum áður var flokkur launafólks og sótti stefnu sína þangað og reyndi að reka
pólitík sem að byggðist á hagsmunum launafólks, en í dag þar sem hann kallar áfram stéttaflokkur, en fyrst og fremst flokkur sérfræðinga. Og hann segir, ef þið bara hlustið á þau, hvernig þau tala, sama hvað það ef að segja til dæmis nýsköpun. Þegar að demókrataflokkurinn að tala nýsköpun, þá var hann ekki að tala nýsköpun sem að lágstéttir geti búið til, eins og kannski pataviðgerðarverkstæði sem Hassan með í kjallara á Hverfisgötunni, sem lágstéttarmaður sem býr til nýtt fyrirtæki, nýja þjónustu sem eftirspurnir eftir. Ekki kannski það sem iðnaðarmennirnir þróa, gervihnéð sem Össur bjó til í upphafi. Og ekki kannski nýsköpunina sem á sér stað inn í mennt- og heilbrigðiskerfinu. Til dæmis merkilegasta nýsköpun á síðasta ári göngudeild COVID-sjúklinga, sem nýsköpun innan hins opinbera kerfis. Heldur alltaf talað að nýsköpun eigi að verða til hjá okkur svona sérstöku fólki sem kannski mennta til þess að stjórna nýsköpunni, sem mætir á svæðið með PowerPoint-skjöl til þess að segja hvernig hlutinir eigi að vera og til þess að ýta undir nýsköpun og ekki að ýta undir bara almenna velsæld í samfélaginu, þar sem hver einstaklingur fyrir sig getur bara ákveðið hvernig hann ætlar að bæta líf sitt, framleiða nýja vöru, veita nýja þjónustu, eitthvað slíkt. Heldur að það sé eitthvað sem að fólk sérstaklega mennta til og þarf að vera búið til annarkvort innan stórfyrirtækjana þar sem sérfræðingarnir vinna, innan opinbera geira þar sem sérfræðingarnir vinna, eða innan stjórnmálana sem ef þau skoðið framboðslista stjórnmálaflokkana, VG og Samfylkinguna sem ég að taka dæmi núna vegna þess að þetta eru flokkar sem eiga rætur sína í verkalýðsstéttinni, eða verkalýðsbaráttu síðustu aldar, þá eru það fyrst og fremst framboðslistar sem eru listar af sérfræðingunum. En hver að hlusta á stóru verkalýðsstéttirnar, betur launaða blue-collar-fólkið eða menntuðu millistéttirnar í stóru opinberu kerfunum eða láglaunafólkið? Engin raunverulega. Og það gallinn við uppbyggingu samfélagsins. Við þurfum að taka fókusinn frá auðvaldinu og sérfræðingastéttunum og flytja hann yfir til meginþorra almennings.